1-0 sigur á Tindastól, hvernig fannst þér þessi leikur? Já, það að meina skemmtanagildið eða úrslitin? Bara kannski bæði? Bæði. Úrslitin voru frábær. Héldum full lengi á brúninni stelpurnar. 1-0 eftir 30 sekundur og svo 94,5 mínúta þar sem var mikil barátta. Þannig að ég hugsa að þetta fari nú ekki í sögubækurnar sem einhver kampaðins fótbolti sem var spilaður í dag en 3 stig þau ylja og verðskuldið. Akkurat, eins og segir, þið skoruð eftir 30 sekundur eða eitthvað. Fannst þér skipulagi svona sem hún læður upp með haldast eftir það? Já, við lögðum ekkert upp með að skora eftir 30 sekundur en maður fagnar því að þó að gerist snemma. Tindastóll var með gott leikskipulag og þeir eru með leikmann og leikmenn frammi sem eru skeinuhættar og við þurftum að leggja svolítið áherslu og loka á það. Mér fannst það takast vel. Mér fannst Makalla sendirinn þeirra sem hefur verið að valda usla í upphafi móts. Mér fannst við halda henni vel í skefju, varnarliðinu okkar. Það spiluðu mikið yfir miðjuna þannig að miðjan var ekki mikið í leik, mikið af seinniboltum. Mér fannst kannski aðeins ströggla við það í fyrri hálfleik, það var betri seinni hálfleik. Ef ég tek svo að þú ert að spyrja með leikskipulagi, við á boltanum, þá vorum við full órólegar og duttum inn í tangóin sem að Tindastóll vildi hafa. Hann var full hraður á köflum og hefðum alveg mátt fara svona 8 niður og vera í aðeins rólegri takti heldur en að mér fannst við vera. Þannig að það var mikill óróleiki í þessum leik, ekki mikið færi og kannski svona meiri barátta heldur en gæði. Akkurat, það vakti smá athygli að Katie Cousins sem er kannski svona einn flinkasti leikmaður deildarinnar var ekki í byrjunarliðinu í dag. Er eitthvað sérstök ástæða fyrir því? Já, mjög sérstök. Hún er búin að vera hálflasin og svo er hún líka búin að spila 3 fyrstu leikina 90+ og er bara ekki alveg góðin í toppstand. Þannig að eins og segir, flinkur leikmaður og maður vil aðeins passa upp á hana og láta hana duga í gegnum tímabili. Þannig að hún fekk að hvíla aðeins í dag en kom inn á og sýndi þá akkurat þessi gæði að geta svona að róa leikinn niður. Akkurat, þeir eru með 9 stig eftir fyrstu 4 leikina, ertu ánægð með þetta? Eru ekki með 10? Kannski? 3 jafntefli? Nei, 3 sigrar það ekki og 1 jafntefli. Akkurat, þeir eru með 10 stig eftir 4 leiki, ertu ánægð með þetta? Já, ég er mjög ánægður eftir 4 leiki fyrra vorum við með 1 stig, þannig að það er töluverð bæting. En þú veist, það er bara áfram gakleikur á 50-daginn og þú veist, passa sig að missa sig ekki í gleðinni og vera hundleðilegur og halda stelpunum á jörðinni. Ég held að það verði ekkert en mjög ánægður með 10 stig. Glæsilegt, takk fyrir, gangi vel.